Páll Valur, velkomin í viðtal hjá okkur. Takk fyrir það. Þú ert að leiða lista Bjartar framtíðar í næstu alþingiskosningum. Hvernig leggst það í þig? Já, það er rétt, ég er að leiða listan og tók það ákvörðun eftir töluvert langa umhugsun að breyta til og ganga til liðs við Bjartar framtíð. Það leggst bara mjög vel í mig að leiða þennan lista. Þetta er stórt og mikið kjördæmi og mikil áskorun. Og ekki síst að því ég nú Grindavík, Grindvíkingar hafa nú ekki verið að hafa átt marga þingmenn í gegnum tíðina. Ég held að Petrína Baldursdóttir hafi verið síðast, ég fyrir óralöngu, 93 minnir mig, sem þingmaður sem Grindavík og það er löngu komið tíma á það og núna kannski lítur ég út til að vera fleiri en einn eða fleiri en tveir sem komast inn á þing sem er bara ánægjulegt, en kannski mest ánægjulegt að við Suðurnesjamenn verðum með öfluga þingmannasveit sem að mér finnst hefur vantað tilfinnilega. Og það var nú svona kannski líka einn hluti af því að bjóða mig fram í þetta eftir þessa umhugsun að það var að mér finnst vanta að öfluga sveit þingmanna frá Suðurnesjum. Og það leggst mjög vel í mig að fara í þetta. Náttúrulega, maður veit ekki hvort maður kemst inn á þing eða ekki, sko. Þetta náttúrulega verður tvísýnt en það leggst mjög vel í mig, sko, vegna þess að þegar maður sér hverju leiða lista til þess að hjá Sjálfstæðismönnum og Samfylkingunni, að þá er það Suðurnesjafólk líka og þannig að já, það leggst mjög vel í mig ef ég kemist inn á þing að fara að starfa fyrir Suðurnes með þessu fólki. Hvers vegna Björt framtíð? Þú varst í Samfylkingunni og sagði það frá bæjarstjórnarstörfum í Grindavík til að mynda? Já, þetta er nú góð spurning, sko. Ég hef alltaf verið, sko, ég var upphaflega alþýðubandalagsmaður, ég var aldrei mikið að velta fyrir mig pólitík þannig að ég tók ekki mikið þátt í henni. Ég var mikið að vinna og var að berjast til að koma upp heimili og fjölskyldu og gaf mér ekki tíma. Ég hafði alltaf mikið áhuga á pólitík reyndar og svo til róttækur og svona eins og gengur og gerist, rífandi kjaftinn á kaffistofum og þarfandi götunum en svo eiginlega bara fyrir svona 4-5 árum síðan þá fór ég að hafa verið að áhuga á þessu. Sérstaklega kannski í kjölfar hrunsins. Þá var ég eins og margir aðrir bara fylltist af einhverju heiluri reiði. Já. Og varð einhvern veginn bara, ég var alveg brjálaður í rauninni, sko. Ég var svo hrottalega reiður yfir því hvernig ég var búið að koma fram við þetta þjóðfélag og í kjölfarið því þá gaf ég kost á mér í prófkjör hjá Samfylkingunni. Mér fannst Samfylkingin liggja næst hjarta mínu. Ég er svona jafnaðarmaður, ég vill svona já, kannski vinstri jafnaðarmaður en ég er svona félagshyggjumaður. Mér finnst alltaf hafa skort upp á réttlæti gagnvart hinum minni og mér fannst svona Samfylkingin vera þannig flokkur og hann er þannig flokkur náttúrulega, svona jafnaðarflokkur og ég var í honum og var mjög ánægður með það. Það er mörguleiti flott fólk en mér fannst Samfylkingin rauninni áður en ég fór að skipta mér að þessu hafa brugðist, sko, hlutverki sínu með því að ganga eina sængu Sjálfstæðisflokknum 2007. Og eitt af því sem ég gerði með því að ég fór í þessa pólitík var það mér langaði til eitthvað að breyta en ég var kannski ekki tilbúinn. Já. Ég var ekki tilbúinn og ég treysti mér eiginlega ekki í þetta, sko. Ég geri mér alveg grein fyrir kostum mínum og göllum og ég treysti mér þessum tíma ekki til að mikið að vera að hafa mig frammi. Reyndar náði engum árangur í þessu prófkjöri, ég átti ekki von á því frekar en fór svo í bæjarstjórnarkosningarnar fyrir Samfylkingarfélagið í Grindavík og starfaði fyrir það í 2,5 ár. En sko svo þegar kom upp þessi hugmynd og ég og Robert Marshall sem er góður kunningi minn og vinur fór að ræða þetta við mig þá mér fannst þessi hugmyndafræði sem er að leggja fram, hún bara heillaði mig. Og það á mig enginn, sko. Ég á mig bara sjálfur og ég tek þær ákvarðanir sem ég tel besta fyrir mig og ég er sáttur við. Þetta var ekkert auðvelt svo sem. En ég tók þessa ákvörðun og ég stend með henni og fell með henni og mér finnst þetta, mér finnst einhvern veginn svona að bara fólk kallar á okkar nýtt, sko. Það vill fá einhverja nýja raddir inn í pólitíkina og inn í stjórnmálin og ekki síst svona stjórnmálaafl sem vill vinna með öðrum, miklu meira. Svona stjórnmálar sem er kannski ekki að einblína á völd, sko, ekki endilega, sko. En með því að, eins og nefndir þá var ég og skipt að mér finnst það í mínu prinsippi að
ef ég að fara að gefa mig fram til þess að eða leggja á staði það að fara í framboð fyrir annan flokk til Samfylkingar, þá náttúrulega bara lá beinast við að segja af sér sko, sem bæjarfulltrúi. Ég hefði sjálfsagt geta einhvern veginn fyrrfað það að vera áfram, ég bara hafði engan áhuga á því. Mér finnst sko kjósendur kusu Samfylkingarfélagið og nú ég að fara að starfa fyrir annan flokk og þá bara lá beinast við að hætta í bæjarstjórninni. Sko, menn hafi verið að spyrja Róbert Marshall, bara þeir verið að svara fyrir það sjálfir sko. Þetta alltaf spurning siðferðisstrekk hvers og eins og finnst mér, vegna þess að það stendur í stjórnarskráni, þú sé bara bundinn að snýrni samfæringu og menn alltaf að benda í það þegar þeir eru að skipta flokka og fara úr flokkum. En mér fannst þetta bara, þetta svona prinsip hjá mér sko. Þannig að það var engin ágreiningur eða neitt svoleið sem var þess valdandi að þú hættir í Samfylkingunni? Nei, sko, það var engin ágreiningur þannig sko. Ég reyndar fannst mér sko, þessi ríkisstjórn sem hefur setið núna, hún hefur staðið sig að mörgu leyti ótrúlega vel, alveg ótrúlega vel miðað við skelfilegar aðstæður sem hún tók við. En mér finnst einhvern veginn svona nákvæmlega hvernig hefur svona liðið á kjörtímabili, þá þetta orðið bara haldið í völdin sko. Sko Samfylkingin hefur staðið svona einarlega með sjálfum sér sko, en búin að vera í samstarfi við flokk sem eru tveir flokkar í rauninni og þegar það svoleiðis komið, þá finnst mér nú svona menn eiga að hugsa sinn gang. Og mér finnst svona þessi valdapólitík alveg ótrúlega þreytandi og ekki óaðlaðandi. Og í rauninni var ég ekkert svona ósáttur reyndar sko, fannst mér til dæmis Jóhanna formaður leggja allt of mikla áherslu á að vera í stríði við Sjálfstæðisflokkinn og það mörgu leyti ekkert óskiljanlegt en mér fannst hún leggja allt of mikla áherslu á það og svona smátt og smátt þá fannst mér einhvern veginn ekki bara til þessu lengur. Nei. Þannig að ég tók þessu ákvörðun, ég stend með henni á fellmiðinni og Samfylkingin á mig ekkert og hún stendur ekki að fellið með mér sko Samfylkingin, það langt í frá. En þið leist strax vel á að fara í bjarta framtíð og samkvæmt skoðanakönnum þá gengur ykkur bara býsna vel? Já, ég var mjög hrifinn að þessu þegar þetta var stofnað. Mér fannst þetta komin svona, kannski ekki síst vegna þess að mér finnst bara besti flokkurinn hafa staðið alveg ágætlega sko. Og hann kemur inn í borgarstjórnarkosningarnar síðast og bara brillerar og allt í einu bara, mér finnst einhvern veginn sko stjórnmálamenn og stjórnmálamenning vera þannig og hefa verið þannig gegnum tíðina að menn eru komin einhvern hærra stig og halda sér sem komin eitthvað aðrir en aðrir sko. Og þessi pólitíkusar einhvern veginn líta á sig sem einhverju aðri, skilur hvað ég meina. Þetta bara svona þessi voru svona skör hærra heldur en allir aðrir og þarna kemur alltaf inn flokkur sem besti flokkurinn, kölluðu þetta trúðflokk og annað og þeir voru nú mjög skröðlegir, og það hefði engin trú að þessu, en þeir koma inn og mér finnst þeir bara hafa staðið sér alveg þræl vel. Maður sér alveg ótrúlega lítið það í fjölmiðlum sem þeir komast þarna að, einhver gagnrýni á þá innan borgarstjórnar, þetta koma sjálfstæðismenn öðru hvoru og tala í fjölmiðlum hitt og þetta, en mér sýnist bara að menn vera að vinna saman þarna. Nákvæmlega eins og við höfum verið að gera í bæjarstjórninni í Grindavík. Ég lagði strax á stað með það þegar ég fór í pólitíkinn hér í Grindavík að boða auki samstarf þvert á flokka. Ef að menn hafa lesið þessar greinar sem ég skrifaði fyrir kosningarnar síðast, þá sjá þeir að það var gegnumgangandi rauður þráður í mínum greinum, það var þetta aukna samstarf. Mér finnst til dæmis svona minnihluti og meirihluti hægri vinstri, þetta ótrúlega þreytandi umræðu, auðvitað er þetta svona þess. En sko í bæjarstjórnarmálum, það sem eru 7 bæjarstjórnarfulltrúar, það er allir að stefna sama markmiði, það er að vinna hag bæjarbúa. Það hlýtur að vera meginmarkmið og aðalmarkmið allra. Ekki vera að vinna fyrir einhverja sérhagsmunahópa og einhver svona öfl út í samfélaginu. Þetta er þetta fyrir að reyna að komast að niðurstöðu hvað er best fyrir bæjarfélagið. En af einhverjum ástæðum þá virðist að verið mikil ókyrrð í bæjarstjórnarmálum, sveitarstjórnarmálum í Grindavík undanfarna 2 áratugi eða svo. Já. Er einhver skýring á þessu? Það er bara þessi valdapólitík sem er endalaust og hefur alltaf verið þessi mikla átakapólitík. Við erum einhvern veginn svona gerðir Íslingar. Mér finnst þetta svolítið svona fyndið þegar maður er að velta svona, ég fyndi kannski ekki fyndið, heldur svolítið skrítið að við erum ótrúlega samhent þjóð á löngum köflum erum við það. Ef það gerist eitthvað, til dæmis verða snjóflóð og náttúruhamfarir og bara til dæmis núna síðast hún
Vilborg var að ganga á Suðurpólinn, þá voru allir með henni í þessu og við stöndum svo saman ef eitthvað bjátar á landssafnanir og annað, þá svona mikill samhugur með að þjóðir, maður finnur það svo sterkt. En svo þegar kemur á pólitík, þá bara fjandinn laus og menn bara gjörsamlega, það svo erfitt bara níðast hver á öðrum og sérstaklega síðustu 4 árin, núna er þetta búið að vera ævintýralega yfirgengilegt að fylgjast með þessu þingi. Og hér í Grindavík, sem nefnir það að á síðasta kjörtímabili þetta allt gott fólk. Þetta allt saman gott fólk sem að taka þátt í pólitík, meira og minna, það vil allir gera sitt besta, en einhvern veginn þannig að fólk getur bara ekki unnið saman. Ég veit ekki, greinarnar sem voru að skrifa hér á Grindavík.is, oddvitar flokkana á síðasta kjörtímabili voru náttúrulega bara hlægilegir, það var alveg ævintýrlegt að fylgjast með þessu, kallandi hvort annað hrekkjusvín og þar fram undir göttunum, en á þessu tímabili þá fór ég strax með þetta inn í þessa bæjarstjórn að ég var ekki, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn mynduðu meirihluta. Það var bara fínt, þeir hafðu alveg rétt á því. Margir vildi fá G-listann inn í meirihluta strax því hann vann góðan sigur. Það kom ekkert óvart að við myndum tapa Samfylkingin. Samfylkingin var bara í rústum nánast eftir síðasta kjörtímabil. Annar bæjarfulltrúinn fór og þetta var allt tómu tjóni og það var ekkert skrítið að Samfylkingunni yrði kannski refsað fyrir þessa ólgu. Og við gerum okkur alveg grein fyrir því, við reyndum að skiptum út öllu fólki en svona er þessi pólitík. Kjósendur, þeir hafa alltaf valdið í raun og þeir refsuðu okkur. En ég tók það strax fram þegar ég kom inn í bæjarstjórn, ég var ekkert kominn þarna inn í minnihluta til þess að vera að bóka og berjast á móti og reyna að fella hana meirihluta, það var bara langt í frá. Ég var bara kosin inn til þess að vinna fyrir bæjarbúa, alla. Og ég hef sýnt það í mínu verkum, að ég hef ekki bóka nema mér hafi fundist einhver sérstök ástæða til og það er mjög sjaldan. Því að strax Framsóknarflokkurinn og forystumennir hans hérna í bæjarstjórninni og G-listinni voru alveg á þessari línu að við innum saman. Og Bryndís Guðmundsdóttir sem er forseti bæjarstjórnar og hefur verið þallan tíman, hún tók strax þennan pól í hæðina með okkur og Páll Jóhann og þannig að við vorum með minnihlutin í öllum fjárhagsáætlanagerðum, við fengum upplýsingar allt sem var að gerast og samstarfið var í rauninni bara frábært. Ég verð að segja það, á þessum 2,5 ári sem ég satt í bæjarstjórn Grindavíkur, ég held ég hafi aldrei lært því mikið á ævinni. Bara með því að vera í þessu samstarfi, þessu heilsteypta samstarfi, auðvitað réðu þeir, það var þannig, ég meina þeir eru meirihluta, en þetta gerði það að verkum að við fengum að fylgjast með að það fóru náttúrulega öll máli gegn, auðvitað var ágreiningur, það er alltaf þannig. Menn, fólk hefur skiptað skoðanir og tekst á, en við náðum oftast undantekningarlaust að ræða okkur á niðurstöðuna. Þetta fór svolítið fyrir brjóstið á Sjálfstæðismönnum, það verður nú að viðurkennast, og einhverju hluta vegna þá slitu þeir þessu meirihlutasamstarfi við Framsóknarflokkinn. Ég held að það sé mestu vonbrigðin hjá mér, þó að ég hafi verið samlíkamaður, þá fannst mér þetta mestu vonbrigðin að þetta skyldi slitna. Því ég var svo sannarlega að vona að þetta kjörtímabil hér myndi ganga í gegn á þess að einhver svona áföll, vegna þess að nógu búið að gerast áður. En þetta var, og það var ekkert vandamál að mynda nýja meirihluta. Það var bara minnstamáli heimi. Ef við farum okkur svona aðeins meir út í komandi kosningar, hvaða málefni brenna kannski svona helst á þínu brjósti? Það er alveg eins með mig eins og alla aðra sem maður heyrir þetta núna í aðdraganda kosninga, það er skuldamál heimilanna og atvinnulífið. Þetta er alltaf þessi, þú heyrir þetta hver einstu kosningar, þá er alltaf þetta. En það segir sér sjálft að skuldavandi heimilanna er náttúrulega gríðarlegt verkefni. En hvernig við erum að fara að því að leysa, það er aftur á móti mjög erfitt að átta sig á því. Mér finnst til dæmis reyndar okkar björt framtíð er eiginlega stofnun til þess að reyna að breyta stjórnmálamenningunni. Hún er ónýt og mér finnst það algjört lykilatriði í stjórnmálum í Íslandi, það er að breyta þessari menningu aftur. Að menn beri virðingu hvort fyrir öðrum, ekki síst. Þú sér það þegar þú ert að horfa á alþingisráðstöfuna, það er ekki hægt nú í nokkra mínútur því að þá ertu bara búin að fá nóg. Vegna þess að menn ber ekki virðingu hvort fyrir öðrum. Og ég er bara að glugga í rannsóknarskýrslu Alþingis og þar stendur í 8. bindi einmitt stjórnmálamenninguna og hún er bara ónýtt á Íslandi. Hún er búin að vera ónýtt bara heil lengi. Og þar einmitt er viðtal við þingmenn sem að segja bara að stjórnvöld gáfust upp fyrir viðskiptaveldinu. Bara fyrir löngu síðan. Og það segir mann bara eitt. Þegar menn sem sitja í ríkisstjórninni segja þetta, að þá er það ekkert bara endilega stjórnvöld í landi sem stjórna því.
það eru sérhagsmunaöflin og við þurfum einhvern veginn að breyta þessu. Við þurfum einhvern veginn að breyta Alþingi í samstarfsvettvang þar sem að menn takast á að sjálfsögðu en leysi málin í sameiningu. Eyði tímanum ekki í málþó og einhvern kjafta eins og ég kalla þetta er ótrúlegt hvernig hægt að fara með tíma Alþingis og á meðan bara dúkka mál upp í nefndum og enda einhvers staðar engin veit hvar. Í staðinn fyrir að reyna að breyta þessu og vinna stjórnmálastarf er þjónusta. Ekki neitt annað. Alþingismenn og stjórnmálamenn eru í vinna í þjónustu fyrir landslíf og Alþingi er vettvangurinn og hann á ekki að fara í málþó og kjaftaði vikum og mánuðum saman. Er skýringin á þessu góðu niðurstöðum í skoðanakönnunum fyrir Bjarta framtíð það kannski bara helst þetta ákall fólks á breytingar? Já, ég held að það sé mikið til þannig. Fólk vill sjá eitthvað nýtt. Vissulega Guðmundur og Róbert búin að vera að sitja á þingi í smá tíma og menn hafa svona verið að gagnrýna þá fyrir að flokka á milli flokka. Ég meina þeim fannst bara nóg komið. Ég meina og þeir náttúrulega svara fyrir það hvernig þeir gerðu þetta. Ég svara ekkert fyrir þá. En fólk er að kalla á nýja, ekki bara hér á Íslandi, út allan heim held ég. Er fólk að kalla á nýja og breytta tíma. Auðvaldi ræður öllu. Það er bara þannig. Við verðum bara að sætta okkur við það og viðurkenna það. Og hér á Íslandi hafa verið flokkar, gömlu flokkarnir, þeir hafa verið bara í sérhagsmunagæslu áratugum saman. Finnurðu fyrir meðbyr Bjartar framtíðar í Grindavík eða hérna á Suðurnesjum? Já, í alls staðar sem ég komið þar hefur fólk verið mjög jákvætt í garð þessa framboðs. Og auðvitað er sumir sem segja, sem að maður hefur verið mjög í stjórnmálum að ég reyndar enginn hefur sagt við mér reyndar að hún lítið illa á þetta og þeim félagi mínir í Samfylkingarfélaginu þeir tóku þessu bara með stóískri ró og hvöttu mig áfram og svo þetta er mín ákvörðun það snýst það að ég sé sáttur en ég finn mikið meðbyrð. Og er fólk að koma að þér og hvetja þið áfram? Já, ég segi það nú kannski ekki að fólk hópist að mér eitthvað en hvar sem ég kem þá er hálftími farin leið í samræður og samtal þetta og fólk, þetta hvetur bara gott hjá þau vegna þess að mér finnst, fólk hefur svolítið trú á mér, ég er ekkert fullkominn maður, það er alveg langt í frá en ég hef sýnt það held ég með verkum mínum hér í Grindavík, bæði sem ég var að vinna hjá Grindavíkurbæ og svo í bæjarstjórninni að ég er samkvæmur sjálfum mér, ég reyni að meina það sem ég segi og reyni svo að gera það. Þegar þú ert í stjórnmálum þá verður að geta bakka stundum þú verður að geta gefið eftir og ég meina það sem mér finnst svo frábærast við þennan tíma sem ég hef verið í bæjarstjórn er það að ég hef komið inn með svona einhverja hugmyndur einhver mál og verið mjög harður á því en eftir samræðu við félagann í bæjarstjórninni og þetta samtal þá hefur maður oft skipt skoðun og hugsað, já þetta er bara miklu betra Ég held að þessi stærsti sigur fyrir hvern mann að geta viðurkennt að hann er ekki fullkominn og hann getur gert mistök. Ég lærði það nú, ég hef búin að læra það að betri reynslu í lífinu að maður gerir mistök trekk í trekk og ég hef gert mörg en ég hef lært það. Og ég vil svona reyna að koma þessu inn í stjórnmálaumræðina og líka stóra spurning, hvernig samfélag viljum við byggja upp á Íslandi? Hvernig samfélag viljum við byggja til framtíðar? Fyrir börnin okkar og barnabörnin og bara er það svona samfélag eins og hefur verið hér undanfarin áratugi? Mér hugnast það ekki Finnst þér Suðurnesin hafa orðið eftir núna síst undanfarin ár eða undanfarin áratugur hreinlega? Já, það segir sjálfur sjálft Það er allar viðmiðunar skýrslur sem ég hef séð til dæmis í sambandi við menntamál, heilbrigðismál, atvinnumál, við erum allsstaðar langt á eftir og þetta er rauninni ótrúlegt og það segir mig eins og ég sagði við í upphafi að við þurfum að hafa sterkan flokk þingmanna á Suðurnesjum. Þetta er stórt svæði og þetta er gríðarlega mikilvægt svæði. Við erum með öflugustu útgerðina þar í þeim sem við Grindavík. Þetta er eitt öflugusta útgerðarbær landsins, það er bara þannig og síðan erum við með algjöran gimstein bak við Torbjörnin sem er Bláa lónið, þar sem að koma upp til 600.000 manns talið hafi komið á þessu ári í ferðamenn. 600.000 ferðamenn í heim, þetta segir sjálf. Við þurfum að byggja þessu og svo náttúrulega hefur sérstaklega orðið út undan kannski norðarmegin á Skaganum. Ég meina herinn var ótrúlegur bakhjarl atvinnumál á Suðurnesjum. Það voru ótrúlega margir að vinna þarna
og þegar það segir sér sjálft þegar það fer bara vinnustöður þar sem eru milli 7 og 1000 manns í vinnu, hann bara hverfur, það þarf eitthvað að gera og ég samt, þráttur að við hefum verið út undan og séum á eftir, það staðreynd, allar tölur sýna það, þá er alveg gríðarleg sóknarfæri og ég tala ekki í ferðaþjónustunni sko. Við erum andir í landsins sko. Hérna lenda náttúrulega allir ferðamenn sem koma til landsins, fyrir utan þeir sem koma með Norrænu. Allir aðrir fara í gegnum Leifsstöð og við þurfum einhvern veginn að gera eitthvað meira fyrir þetta fólk sko. Halda þeim meira á Suðurnesjum. Við höfum ótrúlega náttúrufegurð og óendanlega möguleika í ferðaþjónustu. Ertu bjartsýnn á að þú komist inn á þing? Ég hef nú lært það í fótboltanum að það er margir komið til mér og óskamið til hamingju, sumir fannar að kalla mig þingmanninn sko. Það er svolítið fyndið að ég hef nú alltaf sagt það, ég hef nú ekki komin að þinga en þá. Bjartsýnn og ekki bjartsýnn, auðvitað þegar maður fer í svona baráttu þá vill maður láta gott að sér leiða og ég er ekkert að fara þarna til þess að vera bara á hliðarlínunni sko. En ég lærði það nú í fótboltanum sko að maður fagnar ekkert sigri þegar það er búið að flauta leikinn af sko. En ég mun bara leggja mig allan fram í þessari kosningabaráttu, reyna að koma okkar sjónarmiðum á framfæri og þau eru mörg og góð og ég hef trú á því að fólk vilji sjá nýja andlit þarna inni og ég er þokkalega bjartsýnn en eins og ég segi, ég fagna ekkert sigri fyrir 2007. eða 8. apríl sko, þegar búið að Delbu Kosson. Páll Orri, takk hérlega fyrir spjallið. Já, takk fyrir.